Nú ætlum við aðeins að skoða þríhyrninga. Þríhyrningar hafa hornasummu upp á 180 gráður. Það á við alla þríhyrninga. Þannig að ef við tökum öll þrjú hornin, leggjum hornasummuna saman, þá fáum við 180 gráður. Þetta þurfum við bara að læra. Það er engin leið út frá þessu öðruvísi. Og fyrst að við getum lagt þetta allt saman, þá er það sem vantar upp á 180 gráður, það er að segja 180 gráður mínus 60 mínus 50, það gefur mér svarið. Sem í þessu tilfelli er svo mikið sem 70 gráður. Þetta getið slegið bara inn í vasareikni. Hérna, hvað þýðir þetta merki? Þetta merki þýðir alltaf að þetta horn er 90 gráður. Og þá þurfum við bara að gera 180 mínus 90 mínus 28 gráður og þá fáum við 62 gráður. Þeir sem eru svolítið talnaglöggir átta sig á því að 90 er helmingurinn af 180. Þannig að við höfum líka geta sagt bara strax 90 mínus 28 er jafnt á 62 gráður. Við fáum sama svarið. Það skiptir engu máli hvort þið notið þessa aðferð eða þessa þegar rétthyrndan þríhyrningar að ræða með 90 gráðu horni. Þessi er fljótlegri en þessi er alltaf öruggust af því að við notum hana alltaf hvort sem við erum með rétthyrndan þríhyrning eða ekki. Hér ætlum við að athuga hvort að þríhyrningarnir eru kvarshyrndir, rétthyrndir eða gleiðhyrndir. Áður en við gerum það, þá þurfum við að vita hvað kvarshyrndur þríhyrningur er. Kvarshyrndur þríhyrningur er það sem öll hornin eru minna en 90 gráður. Rétthyrndur þríhyrningur, það sem ég var að tala um áðan, þríhyrningur með einu 90 gráðu horni. Þríhyrningur getur ekki verið með nema hámarki 1 rétthyrnd, 90 gráðu horn, rétt horn. Gleiðhyrndur er með einu horni sem að er meira en 90 gráður. Ef ég reyna að teikna svona þríhyrninga þá er kvarshyrndur svona, rétthyrndur er svona og gleiðhyrndur er einhvern veginn svona. Svo geta þeir snúið hvernig sem er. En þegar við höfum ekki þríhyrningana til þess að skoða, þá þurfum við að rekna það bara. Því að við þurfum að rekna hvernig hornin eru til þess að sjá hvort að eitt þeirra sé 90 gráður, öll minni eða eitt starra. Og við skulum skoða. Hérna eru hornin 30 og 50 gráður. Þá gerum við 180 mínus 30 mínus 50 sem gefur mér 100 gráður. Þessi 100 er þá eitt hornið. Það er meira en 90 gráður. Þessi er gleiðhyrndur. 180 mínus 59 mínus 39. Það gefur mér svo mikið sem 82 gráður. Allt minni en 90. Þessi er kvarshyrndur. 180 mínus 46 mínus 44. Þetta gefur mér 90 gráður. Þessi er svo mikið sem rétthyrndur. Og 180 mínus 90 mínus 2 er jafnt og 88 gráður. Hér gætu við hlaupið á okkur og sagt að þessi þríhyrningur sé kvarshyrndur vegna þess að hornið sem við fáum út er kvast. En hér er 90 gráðu horn. Hann er rétthyrndur af því að það er í honum 90 gráðu horn. Skiptir engum máli hvaða horn það er. Og ég hefði sjálfur sig getað séð það áður en ég reiknaði þetta út.
Það eru líka til það sem kallað er jafnarma þríhyrningar. Jafnarma þríhyrningar eru með tvær hliðar jafnlangar og hornin sem eru það sem að það er mæta í þriðju hliðinni, þessi tvö hér, er alltaf jafn stór. Hér er þetta svo sem bara eins dæmi og áður, 180 gráður, við ætlum að finna stærð hornana, -30, -30, gefur mér 120 gráður. Hér er ég bara með eina tölu og hvernig virkar það? Jú, ég gerir 180 mínus 52, ég gefur mér 128 gráður. En það eru restin fyrir utan þetta sem eru þá þessi tvö. Þar sem þessar hliðar eru jafnlangar, þá eru þessi horn jafnstór og þegar ég er með eitthvað sem er jafnstórt og hef heildina, þá deili ég bara með tveimur. Það er 64 gráður. Og það eru bæði hornin, ekki bara annað. Síðan er til eitthvað sem heitir jafnhliðaþríhyrningur. Hann er þá með allar hliðarnar eins. Jafnhliðaþríhyrningur getur ekki annað en verið með all hornin jafnstór. Og ef all hornin eru jafnstór, þá ger ég bara 180 deilt með 3. Þá lítur hornasumman í jafnhliðaþríhyrningi að vera 60 gráður. En þá er þessu lokið.